Við heyrum mikið talað hnignun vestræns samfélags og hnignun vestrænna gilda í kjölfar linnulaus áróðurs og sóknar vókhugmyndafræðinar sem að gerir lítið annað en að grafa undan vestrænni menningu og vestrænni sögu og málana upp í ljósi einhvers konar viðurstyggðar sem að þeirra betur að gáð eins og við höfum farið þetta áður með þrælahald og nauðgunarmenningu og feðraveldi og eitthvað svona. Þetta er allt uppblásið og búið til einhvern veginn til þess að búa til grýlu hið vestræna samfélag og þetta hefur leitt til þess að okkur hefur hnignað. Það er engin vafi á því held ég, en hversu mikið og hversu alvarlegt þetta það má deila. En þessi póstur eða þessi Twitter aðgangur sem heitir Matrix Mysteries setur upp svona smá lista yfir þetta og hann byrjar að tala hnignun vestursins og hvernig offitunni er fagnað. Það er svona fyrsti pósturinn í þessu og við sjáum þetta er gömul klassísk auglýsing með honum Mark Wahlberg, Calvin Klein auglýsing frá 1992. Og hvað hann? Kate Moss. Já, glæsilegt fólk og þau voru þarna að hátindi fræða sinnar eða í upphafi fræða sinnar kannski voru mjög svona stóra stjórnir á 10. áratugum. En þetta svona auglýstu nærfætta framleiðendur árið 1992 og spólum áfram 30 árum síðar þá er Calvin Klein að auglýsa karl og kona þetta er náttúrulega bara kallin í brjóstaraldara. Já, enda ekki veitir af en næsti póstur er sem sagt fyrir neðan, það er líkamsvirðingar blekkingin og þar segir uppgangur líkamsjákvæðni eða body positivity hefur snúið hugmyndinu að vera ánægður með sjálfan sig og hvolf í það að vegsama óheilbrigðan lífstíl. Offita, sem eitt sinn var viðurkennd sem alvarleg heilsufarsógn, er nú dásömuð sem önnur útgáfa af heilbrigði. Allt undir því yfirskinni að efla sjálfsást og sjálfsvirðingu. Þessi hættulega blekking ýtir ekki aðeins undir óheilbrigðan lífstíl, heldur dregur úr ábyrgð einstaklinga á eigin heilsu og gagnast að lokum eingöngu þeim iðnaði sem hagnast á veikindum, eins og lyfjaiðnaðinum og iðnaði gjörunnina matvæla. Atriði númer 2 á listanum, það var hreinlega, þar segir hann að það sé bara feminismi, það er að segja stríðið gegn hlutverkum kynjanna. Það sem byrjaði sem félagsleg hreyfing fyrir jafnrétti er nú orðið að niðurrifsafli sem slítur í sundur fjölskyldur og sambönd. Feminismin hefur búið til þá eitruðu hugmynd að hefðbundin kynjarhlutverk séu kúgandi, rétt eins og hann hefur markvisst grafið undan gildi móðurhlutverksins og heimilisverkum. Eitt helsta afrik feminismans hingað til hefur þó verið að mála karlmennskuna upp að ósekju sem rót alls ills. Helsta samfélagsbreytingin sem feminismin hefur leitt af sér hefur verið að fjölgun brotinna heimila, afmáun karlmennskunar og að fá konur til að elta kapitalíska starfsferla á kostnað fjölskyldunar. Þetta hefur síðan valdið samfélagslegu ójafnvægi sem hefur skilið börn eftir án fyrirmynda og raunverulegra tengsla. Númer 3 var dauði karlmennskunar, death of masculinity. Karlar hafa verið beygðir til að bæla niður náttúru sína, verða athafna litlir og hlýðnir frekar en sterkir og ákveðnir. Karlmennska er nú skilgreind sem eitruð, sem letur karlmenn frá því að fagna hlutverkum sínum sem leiðtogum, verndurum og sköffurum. Stríðið gegn karlmennsku hefur alið af sér kynslóð týndra drengja og fjarverandi feðra, sem hefur leitt til stefnuleysins og tilgangsleysis í lífi margra ungra manna. Allt þetta hefur veikt grundvöll vestræns samfélags. Svo er það númer 4, splundrað af ásetningi, eða skilgreiningar gildran, the identity trap, með tilkomu merkimiðapólitíkur sem að sumir kalla sjálfsmyndarpólitík, hefur sameiginlegum markmiðum og einingu verið skipt út fyrir sundrungu og fórnarlambavæðingu, sem hvetur fólk til að sjá sig fyrst og síðan sem kúað á grundvelli kynþáttar, kyns eða kynhneigðar. Þessi heimsmynd skapar endalausa sundrungu sem gerur okkur ómögulegt að taka á nokkrum raunverulegum samfélagsvandamálum. Í stað þess að leita lausna hefur sjálfsmyndapólitík leitt til sífelldra deilna og skautunar sem hefur tryggt að fólk er alltaf að hugsa eitthvað sem í raun og veru skiptir engu máli á meðan hið sanna valdakerfi fer sínu fram mótmælalaust.
Herru, svo það hérna næst nummer 5, það er the porn pandemic eða klám heimsfaraldurinn. Ofur kynlífsvæðing að drekkja Vesturlöndum, þar sem ekkert þykir eðlilegra en klám og frjálsleg skyndikynni með fólki sem þú þekkir ekki neitt. Þetta hefur leitt til brenglaðara skoðana fólks á samböndum, nánd og ást, sem í ofanálag hefur veikt böndin sem skapa sterkar heilbrigðar fjölskyldur. Á Vesturlöndum hefur klámfíkt svift ótvílandi einstaklinga getunni til að mynda raunveruleg sambönd og þannig alið af sér kynslóð sem tilfinningalega dofin, ótengd og ófærum að upplifa raunverulega nánd. Þessi hringrás viðheldur einangrun ýtir undir að samfélagið allt rapi í einmanaleika og örvæntingu. Og númer 6, það er stríðið gegn trúnni, eða the war on faith, að skipta siðferði út fyrir efnishyggju. Skipulög trúarbrögð á Vesturlöndum hafa verið máluð upp sem úrelt vandamál, þar sem veraldarhyggju og trúleysi hefur verið hampað sem einu upplýstu heimsmyndinni. Þessi árás á trú hefur skilið samfélagið eftir án siðferðilegra áttavita sem hefur gert efnis- og sældarhyggju kleift að skjóta rótum sem leiðarljósi í lífi okkar. Þegar hefðbundin gildi hrynja snýr fólk sér að innantómum uppfyllingarkapphlaupum sem skiluðu eftir andlega á reki og auðveldara til að ráðskast með. Þessi veðrun trúarinnar hefur rutt brautina fyrir sífellt sálarlausari og stýrðara samfélagi, þar sem leitin að völdum og nautt varpar skugga á alla dýpri merkingu og tilgang. Síðan er þetta punktur nummer 7 sem að ég veit ekki alveg hvort að ég sé endilega sammála því. Þetta er úthverfagildran eða suburban trap, einangrun og ósjálfstæði. Á Vesturlöndum lofaði úthverfa uppsveifla eftirstríðsárana bættari lífsgæðum en leiddi til víðtækari einangrunar og ósjálfstæðis. Í staðis að hlúa að samfélaginu drógu úthverfin úr tengslum við fjölskyldur sem neyti fólki einangrað, einmanna líf sem reiddi sig alfarið á einkabílinn. Frekar en að stuðla félagslegri samheldni hefur þetta líkan skilið Vesturlandabúa eftir einangraða, háða neysluvörum og bundið þá við langar leiðir til vinnu, rýrt samfélagstilfinningu og veikt félagsleg tengsl. Ok, svo er það nummer 8, það er menntunin. Innræting woke, the woke indoctrination factory, innræting góðafólksins mætti kannski bara segja. Á Vesturlöndum hefur menntun færst frá því að kenna gagnrýna hugsun yfir að ýta undir hugmyndafræðilegan ásetning. Skólar og háskólar starfa nú sem innrætingamiðstöðar sem eitra huga unga fólksins með fórnarlamba hugmyndafræði frekar en að efla sjálfstæða hugsun. Þetta felur í sér að ýta börnum út í að efast kynvitund þeirra og að efla aðra róttæka hugmyndafræði. Tryggja þannig að komandi kynslóðir séu auðveldari að ráðskast með og stjórna. Þessi vísvitandi stefnumbreyting tryggir að fjöldin ögrar aldrei þeim valdakjærum sem raunverulega halda þeim undirokuðum. Næsti punktur á númer 9, það er OnlyFans eða stafrænt hóruhús í dularkerfi. Á Vesturlöndum hefur OnlyFans verið hampað sem kvenlegri valdeflingu en það endurspeglar í raun djúpa samfélagshrörnun. Konur markaðsvæða líkama sína undir tálsýnum sjálfstæði og falla í raun í gildru arðráns sem er markasett sem frelsi. Þessi tilhneiging styrkir ofur kynlífsvæðingu Vesturlanda og dregur úr virði kvenna, þar sem útlit trompar greind eða færni. Þetta er misnotkun á stafrænni öld sem dregur úr sjálfsvirðingu og reisn í vestrænu samfélagi. Að lokum, númer 10, lækkandi fæðingartíðni og eyðilegging kjarnafjölskyldunar. Vestræn samfélög standa frammi fyrir lýðfræðilegri kreppu þar sem að fæðingartíðni hrynur ár frá ári. Þessi þróun er bein afleiðing af samfélagslegum þrýstingi sem hindrar fjölskyldumyndun, þar sem starfsframa metnaður og persónulegu frelsi er forgangsraða fram yfir foreldrahlutverkið. Eyðilegging kjarnafjölskyldunar hefur skilið börn eftir án stöðugra heimila og fyrirmynda sem stuðlar á aukinni tíðni geðheilbrigðisvandamála, afbrota og vonleysis. Margir góði punktar í þessu.